er að setja upp heimildaskrána og þegar komið er að því að stjórna útlitinu á henni, þá hugsa maður fyrst stærðin á letrinu og hún er höfð í sömu stærð eins og letrið í ritgerðinni að öðru leyti og í þessu tilfelli ætla ég að nota 12 punkta letur. Síðan þarf maður að stjórna línubilinu. Það er gert með því að smella hérna á knappinn þar sem eru línur og örvar upp og niður við hliðina. Smellið á það og veljið einfalt. Síðan þarf maður að fara aftur í þennan sama takka og segja bæta við bili á eftir efnisgrein. Það er til þess að hjálpa manni að sjá hvar ný heimild byrjar með því að sjá bili hérna á milli. Það var bara eitt eftir, þá veljum að textan af því að við viljum hafa fremstu línuna hérna í spássíðinu, sem sagt hérna fremst í spássíðinu, en allar aðra línur í heimildinni eiga hanga hér aðeins innar. Og þá byrjum maður á því að fara hérna í þríhyrninginn hérna fyrir ofan, smella á hann og halda og draga inn eins langt eins maður vill hafa bilið, eins og er greinaskilum inn í ritgerðinni og svo förum við hér í kassan og tilbaka og þá sjáum við að fyrsta línan er sú sem verður fremst við spássíðuna og allar aðrar koma hér inn. Og þá er auðvelt að sjá hvar hver heimild byrjar og hvar næsta byrjar.